Gestur okkar í kvöld Guðmundur Þóroddsson, fyrrum forstjóri Orkuveitunar, sem hefur verið sakaður að taka með sér gögn úr húsi Orkuveitunar sem gætu innihaldið mikilvægar trúnaðarupplýsingar. En við byrjum á Guðmundi Þóroddssoni en hann sestur hjá Sigmari. Guðmundur, velkominn. Takk þér. Búið að tala mikið þessi gögn. Þetta eru að verða frægustu gögn Íslandssögunnar. Hvað nákvæmlega í þessum gögnum? Þau gögn sem verið að tala eru stjórnarfundargerðir og stjórnargögn Orkuveitunar meðan að ég var þar forstjóri. Það eru 10 ár eða eitthvað svoleiðis. Já, svona tæplega 10 ár. Já. Og hvað inn í þessum gögnum? Menn hafa svolítið verið að bolla líka það. Það er væntanlega mikið að viðkvæmum trúnaðarupplýsingum, en þetta ekki? Inn í þessu eru fyrst og fremst þau gögn sem eru lögð fram fyrir stjórn Orkuveitunar. Eru vissulega trúnaðargögn, en þeirra hafa í huga þó ég sé hættur sem forstjóri Orkuveitunar, náttúrulega bundin trúnaði gagnvart Orkuveitunni. Alveg eins og allir þeir stjórnarmenn sem hafa setið í stjórn Orkuveitunar þennan tímabili. Þetta tímabili eru líka með þessu gögn og eru bundið trúnaði að misnota þau ekki. Já. Og það hefur aldrei hvarflað nokkur manni að biðja þá að skila gögnum þegar þeir fara út. Nei, en má ekki alveg segja sem svo að það kannski gildi pínlítið annað þá sem eru kjörnir fulltrúar í stjórn Orkuveitunar og eru fulltrúar almennings en þig sem ert fulltrúi stjórnarinnar í raun og veru og í umboði stjórnarinnar? Já, nú það þannig í lögum Orkuveitu Reykjavíkur tekið fram að forstjóri hafi aðkoma á stjórnarfundum. Þannig ég hef alltaf litið svo á að ég hefði sjálfstæða aðkoma á stjórnarfundum, en það ber ég ábyrgð á annars vegar að mál séu lögð fyrir stjórn og hins vegar að þeim sé framfylgt þessi ákvörðun stjórnar. Þannig að forstjóri hefur svona aðeins öðruvísi aðkoma að þessu heldur en venjulegur starfsmaður. Já. Hins vegar þá kemur mér þetta fár pínlítið óvart. Orkuveitan hafði tjáð mér það að hún vildi mjög gjarnan hafa þessi gögn undir höndum og ég var svona í góðri trú að taldi ég með að vinna með henni í því að finna lausn á því að hún fengi gögnin til að hafa undir höndum og þá hefði ég bara aðgang að því gegnum Orkuveituna þegar þar þess þyrfti. Þannig að þetta kemur mér pínlítið óvart. En hins vegar verði ég nú að viðurkenna á þessu síðastliðnu ári að þá verða alls konar mál að fjölmiðlamálum sem hefðbundið fara ekki til fjölmiðla og vera ekki blásin upp og svona. Þannig ég svo vanur því að svona gerist. Já, en af hverju þurftir þú að taka þessi gögn með þér? Þetta eru mikið af möppum, þetta eru þín gögn í 10 ár og ekki þín gögn, þetta eru gögn forstjóra Orkuveitunar en ekki gögn Guðmundar Þóroddssonar. Þetta eru gögn sem Hjörleifur Kvaran og núna hafa aðgangað. Hann hefur náttúrulega aðgang að þessum gögnum. Þetta ekki þannig að... Þú með möppur forstjóra en ekki þínar persónulegu möppur. Já, það kannski það sem deila snýst Er forstjóri með persónulega aðild að þessu því hann ber ábyrgð á þessu þegar hann farinn, eða hann ekki. Ég hef ráðfært nokkra lögfræðinga síðan að þetta mál kom upp. Og það eiginlega ekkert klárt svar við því. Það eða það ekki? Af því að þetta mál hefur kannski aldrei komið upp að þér. En þá vaknar spurningin, af hverju þarft þú að vera með þessi gögn? Þú tættur í fyrirtækinu? Það af því að ég ber ábyrgð á þeim gjörðum sem voru þar og að ég hafi staðið í þeim þegar það var. Ég hins vegar þarf í sjálfu sér ekkert að hafa gögnin, ég þarf bara að hafa aðgang að þeim, skilur. Og þá málið ekki leyst, ferðu þá ekki bara að skila þeim eftir helgi eða? Jú, ég reikna með því að ég muni bara skila þeim, ég vil helgina til þess að reyna að enda þetta mál, þannig að menn hafi ekki áhyggjur af því. Já. En sérðu ekki, þú ert nú maður sem búin að vera þarna lengi, þú byrðir yfir miklum upplýsingum og mikilli þekkingu í þessum geira. Það hefur komið fram í viðtölum við þig að þú mögulega ætlir að stofna ný fyrirtæki eða starfa áfram í þessum geira minnstu kosti og þá ertu með aðgang að fundargerðum Orkuveitunar, þú ert með aðgang að öllum samningum sem Orkuveitan hefur gert, raforkusamningum og alls kyns viðskiptasamningum. Þetta hlýtur að vera óþægileg staða fyrir þá sem að stjórna núna Orkuveitunum, ekki? Að þú hafir þetta, mögulega að fara í annað starf? Þetta eru náttúrulega gamlar upplýsingar, við aðtöku það meira en ár síðan, eða það bil ár síðan ég tók síðast þátt í stjórnarfundi í Orkuveitunni. Þannig að þetta er nú gamalt en það er allavega ekkert nýtt sem í hættu þannig og þeir samningar sem hafa verið gerðir svo lengi sem þú getur ekki bara hreinsað út úr höfðinu á mér, að þá tók ég nú þátt í þegar að gera það flesta, Þannig að ég sé ekki að það sé neitt óþægilegri staða heldur en bara það að vita að ég sé til, Svo fyrir utan það að svona Orkuveitan nú fyrst og fremst starfandi á einokunarmarkaði. Þannig að það er ekki eins og það að menn séu að fara í samkeppni við Orkuveituna. Nei, en þarna eru náttúrulega upplýsingar inni, er það ekki, sem að geta
verið verðmætar fyrir aðra heldur en Orkuveituna, er það ekki? Auðvitað er hægt að finna einhverjar upplýsingar þarna sem verðmætar fyrir aðra. Ég er ekki alveg viss hvaða upplýsingar, helst fyrir einhverja pólitíku svo kannski. En þessar upplýsingar eru ekki þannig að þær séu bara hjá mér, þær eru hér út allan bæ, hjá fyrirverandi og núverandi stjórnarmönnum Orkuveitunar, fyrir utan fyrirtækið. En hins vegar, sem sagt... Er ekki minni hægt á því að þeir sé að fara að starfa í sama geira heldur en þú? Já, nú veit ég ekki. Þeir geta verið á öllum gerðum. Já, en ætli þú sett ekki eftirsóknarverðari starfskraftur í öðrum orkufyrirtækjum eða inn í sama geira heldur en einhverjir stjórnmálamenn sem hafa setið í stjórn Orkuveitunar? Jú, eflust getur bundið einhverja svona leiðir sem að gera þetta erfiðara fyrir mig en aðra, en sem sagt aðalmáli er það nú að þetta hefur aldrei verið mál fram að þessu. Og ég er ekki að taka þessu gögn til að geta misnota trúnað Orkuveituna til þess að fara og nota því þá einhver annara, heldur bara einfallega til þess að hafa aðgang að því hvenær hlutir voru lagðir fyrir stjórn og hvenær þeir voru samþykktir og svo framvegis. Ef upp kemur eitthvað mál, svipað eins og þetta, þar sem að maður er allt í einu komin í einhverja undarlega fjölmiðlaumræðu án þess að skilja hvers vegna. En hins vegar með því að skila því til Orkuveitunar og ég hafi aðgang að þessum sömu ákvörðunum og fundagerðum, þar er málið væntanlega leyst. Hefur þú sýnt einhverjum öðrum þessi gögn? Nei, bara ekki, ég hef ekki einu sinni skoðað þau sjálfur. Það er bara algjörlega einhvern veginn blæs upp þarna á þess að ég skilji það. Á hverju þarf margítrekað að kalla eftir þeim? Margítrekað er náttúrulega kannski svona djúpt í árinna tekið þar sem það hefur bara verið tvisvar gert, sko. Það er nú fullist mig að það hafi verið oftar beðið það? Já, ég því miður get ekki staðfest það fyrir þig, en ég veit það, allavega við mig hefur það bara verið gert tvisvar. Og og hvorugt skipti hef ég nú neitað að afhenda þau. En þetta hefur verið á milli mín og forstjóra Orkuveitunar og hann var nú til að mynda í fríi stóran hluta síðasta mánaðar og þetta var ekki svona hot issue að þetta væri eitthvað sem að brynni á. Og ég taldi raunar að við hefðum komist að samkomulagi hvernig við gerðum þetta í byrjun vikunar. En að því að menn hafa nú einhverjar áhyggjur af þessum gögnum og finnst það ekki eðlilegt og það hafa margir komið fram og sagt að það sé ekki eðlilegt að þú sitt með þessi gögn. Forstjóri Orkuveitunar segir að þetta hafi svona, hann sakni þessara gagna í það minnsta. Þú heyrðir í fréttunum í dag hvernig Svandís Svavarsdóttir talaði og hvernig Ásta Þorleifsdóttir talaði og Kjartan Magnússon hefur líka sagt að þetta sé nú ekki í lagi. Þá erum við væntanlega að hafa áhyggjur af því að þú sett með gögnin í ljósi þess að þú getur farið að gera eitthvað sem að minnsta kosti kannski snýr ekki beint að hagsmunum Orkuveitunar. Hvað ertu að fara að gera núna? Hvað ertu að fara að starfa? Já, það er nú þannig, ég hef nú verið að skoða þetta síðan ég hætti og þetta ár sem ég hef verið að einbeita mér á orkuútrásinni hefur verið mjög gefandi í útlöndum og ég hef séð hvers slags gífurlegur tækifæri er í þessu og ónotaði markaður. Þannig að ég hefði mjög mikinn huga því að fara einhvers staðar inn á þetta. Já. Og þetta eru óendanleg tækifæri. Já. Ertu búin að ákveða eitthvað? Nei, ég er nú ekki búin að ákveða neitt. Nei. En það er ýmislegt sem að gæti gerst og ég held að helst myndi ég vilja halda áfram að reyna að nýta þessi ofsalega tækifæri sem eru þannig og sem Íslendingar hafa ofsalega sterka stöðu í. Já. Er eitthvað til í því sem að hefur verið talað á netinu að fyrrverandi starfsmenn REI eða þeir starfsmenn REI sem að nú eru nýhættir að þeir ætla að fara með þér í einhver verkefni? Velkomnir allavega. Já. En hefur þið rætt við þá það eða eru einhverja slíkar hreyfingar í gangi? Það við höfum náttúrulega oft talað saman en ég er ekki búin að ákveða neitt og ég held ekki að þeir séu búin að ákveða neitt og það er ekki búin að stofna neitt en ég myndi vissulega fagna því að starfa með þeim aftur, þetta var mjög góður hópur. En þú sagðir í einhverju viðtali held ég hjá Fréttastofu Útvarpsins að þetta væri í raun og veru hálfgerð aðför að þér, hverjir eru að standa fyrir þessar aðför? Hönnuð atburðarásaðir líka? Hverjir eru þetta? Ég satt mér að segja get ekki ímyndað mér það. Ég hef svona verið að velta fyrir mér hver getur grætt á þessar atburðarás og ég sé það ekki. En hins vegar hún er ekki eðlileg sko. Mér sé sent bréf frá lögfræðingi á morgni dags og það ég sé alveg búin að fá það í hendur þegar það er búið að skýra frá innihaldi þess allavega hjá ákveðnum fjölmiðlum sko. Þannig að það er einhver sem er að koma þessari
atburðarás í gang. Mér finnst einhvern veginn áður eins og þið finnist það sé svona bara hálf hjákallegt að það sé fjallað þetta yfir höfuð. Finnst þér það? Svona mál eins og það... Þetta er náttúrulega fyrirtæki í eigu almennings. Jú, en þetta er mál það hvort að ég hafi rétt til að hafa gögn eða hvort þau hefur verið geymd inn í Orkuveitu sem eru sko ekki einu sinni komið í hart. Við erum að tala hvernig ég að túlka ráðningarsamning hjá mér sem engar deilur það að eftir því hvernig á túlkan hann hefur verið framkvæmdur en rétt skal vantarlega vera rétt. Þetta eru ekki hefðbundin mál sem að maður fer með á torg. Og svona bréf eins og þetta bréf frá lögfræðingunum oft skrifið bara til þess að skapa pappírslóð og það kemur bréf og því svarað og svo kemur eitthvað niðurstaða og mann sætta sig við það og yfirleitt ekki farið með þau í fjölmiðla. Mér finnst ekki eðlilegt að þessi fjallað allt sem Orkuveitan gerir í fjölmiðlum. Finnst að það þurfi þá að vera út af því að það sé einhver almannaheill eða ágreiningsefni eða eitthvað slíkt í gangi. Já, og þú telur að svo sé ekki í þessu tilviki? Ekki allavega, meðan allt í frið og spekt og lausn í sjónmáli þá... Það ekkert allt í frið og spekt, Guðmundur. Ég meina það hefur verið að gagnrýna svolítið fyrir þetta, bæði af núverandi forstjóra og þeim sem að sitja þetta í stjórn og þeim sem að gæta hagsmuna almennings inn í borgarstjórn til dæmis. Þegar við erum komin á þessa stöðu hér með þessu upphafi málsins. Jú, vissulega, ég hef líka fengið fullt af símtölum frá mönnum sem að standa með mér og skilja ekkert í því hvað að vera og sjá þetta allt öðruvísi. Þó það hef ekki verið hér í fréttum. En sko, allavega hann núverandi forstjóri Orkuveitunar sagði jú að hann hefði ekki talið ástæðu til þess að fara með þetta í lögmann í einhverju fréttablaðinu hérna daginn. Eitt að lokum og ég ætla bara að spyrja þig beint vegna þess að þú ert náttúrulega búin að vera mikið í umræðinni út af Orkuveitunni. Núna svo staðið upp að þú hættur og tekur með þér gögn sem verið að gagnrýna og þú ert líka að aka á jeppa sem almenningur að borga og Svandís Svavarsdóttir var að gagnrýna í fréttunum hérna áðan og þér þótti líka eðlilegt að þú fengir kaupréttarsamning upp á 10 milljóna króna á sínum tíma. Ertu nógu meðvitaður það að þú varst að vinna fyrir almenningsfyrirtæki eigum almenningsfrekar heldur en eitthvað einkafyrirtæki út í bæ? Ég held að ég hafi verið mjög meðvitaður það, já. En fyrirtæki eigu almennings þarf náttúrulega að reka og þau þurfa að vera hægt að reka þau alveg eins og annað fyrirtæki. Og við þekkjum það nú í umræðinu þetta fyrirtæki til að mynda sem við erum í hér. Það fer alls konar svona í ganga af því það er í eigu almennings. Það þarf samt að vera að reka svona fyrirtæki. Og alveg eins og fyrirtæki sem er eigu einstaklinga. Og það er bara þannig. Þú ætlar að skila gögnum helgina? Já, vel. Já, vel? Já, ég meina eða eftir helgina. Já, þú ætlar að skila þeim. Já. Takk fyrir komuna, Guðmundur.